Gigt sjálfsofnæmissjúkdómur sem ræðst gegn eigin vefjum líkamans og getur þannig valdið skemmdum í fjölda líffæra og líffærakerfa. Flestir gigtarsjúkdómar eru í eðli sínu krónískir eða langvinnir. Einkenni þeirra eru misjafnlega alvarleg, allt frá því að vera væg yfir í það að vera lífshættuleg. Fáir vita hvað gigt en hvað þá sem eru greindir með gigt? Ég veit ekki skilgreininguna á orðinu gigt. Ég veit allavega að þetta er mjög vont og svona. Til eru margar tegundir af gigtarsjúkdómum. Ungir og aldnir fá gigt og eru slitgigt, vöðva- og vefjagigt og iktsýki útbreiddastir. Ég er með hrygggigt. Ég er með barmaliðagigt. Ég er með vefjagigt. Ef vefjagigt væri sýnileg þá er talið að hún myndi líta svona út. Ég greindist með gigt 2013. Ég greindist með gigt árið 2003 og þá var ég 4 að vera 5 ára. Ég greindist með gigt þegar ég var 13 ára eða í 7. bekk. Bara það að fá vitneskju að þú sért með langvarandi veikindi eru erfið. Fyrsta hugsunin minn var klárlega bara af hverju. 10 til 15 börn greinast með gigt árlega. Það er erfitt að komast að þessu og læra að lifa með því. Þar sem fræðslan er lítil getur oft verið erfitt að láta taka mark á sér og sinni getu. Sumir lenda í því að fólk gerir lítið úr getu þeirra vegna gigtarinnar. Þá er fólki í kringum sjúklingana sem koma sterk inn. Stuðningur og tillit geta skipt sköpum. Það erfiðasta við að vera með gigt er að halda jákvæðinni. Ég get ekki tekið þátt í íþróttum. Seinustu árin eftir að ég greindist með gigt þá náttúrulega breyttist líf mitt. Það hefur einhver gert lítið úr sjúkdómum mínum. Þau verða ekki fyrir einelti frekar en önnur börn. Það eigi ekki að vera það. Það sem kemur mér í gegnum erfiðustu tíma. Þá þarf ég bara að hvíla mig. Jákvæðni er bara lykillinn að því að komast í gegnum erfiðustu tímana. Og líka komast í sjúklingnum, það er náttúrulega best í heimi. Lyfjagjöf er mismunandi og fer eftir sjúklingnum og gigtarsjúkdómnum sem þeir hafa. Lyf virka misvel á fólk. Sumir finna ekki fyrir neinu, en aðrir geta ekki lifa venjulegu lífi án þeirra. Ég hélt alltaf að lyfin myndu minnka verkina, en þau hafa ekki gert það. Lyfin mín hafa engin áhrif á mig. Lyfjagjöfin hefur haft mjög góð áhrif á mig. Meðferðin sem þau eru sett á, hún á að draga úr einkennum. Gigtin hefur ekki haft slæm andleg áhrif á mig. Já, gigtin hefur alls ekki haft góð áhrif á mig andlega. Fólk þarf bara að vita hvað er í gangi til þess að geta tekið tillit. Þau gerast ekki grein fyrir svona verkjum og svona. Mér finnst vanta fræðslu.